Komið þið sæl. Ég biðst afsökunar fyrirfram ef það skildi heyrast í börnunum mínum sem eru að leika hérna einhvers stað fram á gangi. En við bara látum það ekki trufla okkur í þessu 8. myndbandi. En myndbandið fjallar það eða við ætlum að setja inn myndir á hérna gameskipið okkar góða, eða bara eina mynd. Þannig að ef ég opna hérna aftur, kíkjum á stöðuna hver hún var. Ég ætla að opna Spaceman möppuna og aðalskrána hérna, prófum að keyra þetta. Sjáðu munið, þá var hérna gameskipið okkar bara blátt og svo voru einhver svona loftsteinar eða smástirni eða eitthvað sem að svífa hérna skjáin. Það eru grænu kubbarnir, allir jafn stórir. En í þessu myndbandi ætlum við að breyta þessu gameskipi og ég ætla að opna bara sprite-skrána hérna strax aftur. Þannig að við ætlum að hlaða inn einhverjum myndum, setja mynd í stað hérna bláa litarins, þannig að við séum komið í gameskip. Ég ætla líka að fjalla alfa litagildi. Við höfum talað RGB gildin, við notum þau til að stýra hver liturinn á myndfleti en það eitt gildi viðbót sem kallast alfa og það segir til hversu gegnsær hlutur og við kannski bara byrjum á að tala það og förum síðan að tala hérna myndirnar og samhliða því hvernig við getum hérna unnið með slóðir. Þetta skýrist betur á eftir. En ef við byrjum á að tala þetta alfa gildi, já, málið það að litir eins og á gameskipin okkar, hér segjum við að gameskipið, að myndflöturinn, við ætlum bara að fylla út í myndflutin með bláum lit. Það sem ég get gert hins vegar að segja hér, þegar ég bý myndflutin til, hérna get ég sett kommu eftir, hér stærðin á honum í tuple eða í samstæðu. Það hérna myndfluturinn 80 pixlar á breidd, 50 á hæð, þannig að þetta stærðin á honum, svo komma. Hér get ég sagt pygame.source alpha. Í rauninni ég hér að segja, heyrðu Pygame, þú átt að taka tillit til alfa gildisins á litnum á þessu myndfleti. Og hér í staðinn fyrir bláan lit, þegar ég lita myndflutin, ef ég segi til dæmis, ég ætla að senda inn bláan, það ekkert rautt, ekkert grænt, fullt af bláu, en hér get ég sagt síðan hversu gegnsær hann á að vera og mér minnir að það sé á þann veginn frekar en ógegnsær. Þannig að ég ætla að segja hérna 200 hér í alfagildum. Alfagildið líka á bilinu 0 til 255 og ef ég man rétt, það kemur í ljós eftir augnablik, þá segir það hversu gegnsær hluturinn á að vera. Þannig að hér ég að segja, já, þessi á að vera frekar gegnsær eða mjög gegnsær. Prófum að keyra þetta, mista og svo í aðalskrána, keyrum og þá sjáum við hérna að við sjáum, já, gerum eitt enn hérna fyrst ég byrjar á þessu, en þið sjáum kannski að ég sé í grænu kassan á bakvið hennan bláa og mér sýnist þetta hafa verið rangt hjá mér. Þetta örugglega hversu þekjandi litur á að vera. Því hærri sem þessi tala því minna gegnsær hann. Þannig að ef ég segi bara 50 hérna, prófum þetta, sjáðu hvað hann orðin ljós. Já, nú hann mjög gegnsær. Okay, þannig að þetta var rangt hjá mér sem ég sagði áðan. Því hærra sem gildið því meira þekjandi liturinn. Minna gildi hér þýðir meira gegnsær. Og þið sáu líka hvað þetta var ljósblátt, af því að við erum líka að sjá hvíta litin, hérna bakgrunnslitin í gegnum hennan bláa. Þannig allt í henni þetta orðið frekar ljóst gameskip. Sem sagt, gegnsætt. Gerum eitt hérna í mainskráni, bara til þess að aðeins að hjálpa okkur að tala hlutina þegar við erum að horfa á hérna leikin okkar. Ég ætla að segja hérna if í hérna atburða hlutanum á leikjaleikjunni
if event type er pygame, það til fasti sem heitir keydown. Þannig að hér ég að segja, ef að atburðurinn af gerðinni að það sé verið að íta takka niður eða lykli niður á lyklaborðinu, svo ætla ég að segja if event.key, þá ég að athuga, ok, þetta takkin eða lykillinn, og ég ætla að athuga hvort það sé verið að íta á p-takkan. Hann svona, þetta fasti sem geymir einkennisnúmer eða auðkenni p-takkans á lyklaborðinu. Þannig að ef það verið að íta á p-takkan, þá ætla ég að segja bara pause jafnt og true. Það ég ætla að búa til einhverja breytu, við skulum gera það hérna uppi og segja hérna pause jafnt og false. Þannig að við ætlum ekki að hafa leikinn frystan í upphafi. Leikur ekki pásaður eða frystur eða hvað sem við kallum það, ef ég reyna að nota íslensku. Já, þetta kannski, gerum þetta frekar svona, not pause. Ok, þannig að pause breytan hefur gildið false. Ef ég ýta á p-takkan, þá mun pause breytan geyma akkurat öfugt, not false. Já, þá verður þetta true. Næst þegar ég ýta á p-takkan, þá verður þetta not true, þá breytist þetta sem sagt í false og svo framvegis. Þannig hvert skildið sem ég ýta á p-takkan, það bara víxlast gildið hérna á pause breytunni. Og hér þar sem verið að uppfæra sýndarheiminn og athuga, þannig að hér hann uppfærður og við skoðum hérna hvort það sé einhver árekstur sem á sér stað. Ég að hugsa að gera þetta bara ef ekki, if not pause. Það ef að leikurinn ekki frystur, þá ætla ég að uppfæra allt draslið. Síðan ætla ég að birta hann, alveg sama hvort að leikurinn sé frystur eða ekki. Sýningur hvernig þetta virkar. Keyrum. Og hér leikurinn í fullum gangi og ef ég ýta á p-takkan, þá bara allt stopp. Ef ég ýta á p aftur, áfram. Þannig að svona get ég fryst og affryst leikinn. Ok. En hvað ætluðum við að gera? Já, við vorum að tala hérna svona gegnsæi pixla. En nú skulum við fara að ná okkur í mynd til þess að setja hérna á gameskipið okkar, á kvikan, í stað þess að lita hann bláan. Þannig að förum í, ég ætla að fara hérna og skrifa hérna open gameart.org sem dæmi. Þetta síða opengameart.org. Við förum á netið. Músi mín eitthvað leiðileg. Hérna síða sem að býður upp á ókeypis hérna ókeypis myndir og hljóð og annað, meira að segja tónlist og svona til að nota í tölvuleikjum. Og þannig var ég held að þetta væri eitthvað gameskip eða eitthvað. Hér getið þið leitað, til dæmis getið þið leitað spaceship eða eitthvað, fá alskins myndir, misgóðar, en mjög mikilvægt, við erum eiginlega að leita að mynd sem hefur suma pixla gegnsæja. Það að segja hérna þannig að því allar myndir eru rétthyrndar, en ég vil bara sumir pixlar séu litaðir. Þannig að hluti myndarinnar verður gegnsæ og hluti ekki. Og yfirleitt eru þannig myndir geymdar í PNG skrám, en ég búinn að finna og kannski sum ykkar líka að það hérna ég veit ekki hvað það sé fyrirtæki eða maður, ég held að hann sé hollenskur, sem heitir Kenney, og hann hérna á ansi mikið af
bara mjög fínu efni hérna sem er mjög þægilegt að nota. Þannig að ég ætla að leita hérna Kenny og ég held hann eigi einhvern pakka hérna einhvers staðar, þannig að það fáum við mun meir en bara gameskip. Mér minnir hann eigi eitthvað sem heitir spaceship eða eitthvað svoleiðis, spaceship parts, spaceship guns and engines, hljótum að finna eitthvað hérna, platformer, hérna Space Shooter Redux. Þessi pakki hér, ég ætla bara að smella þetta, hér er svona preview, sjáu þið hvað við fáum, alls konar hérna, gameskip hér, hér eru einhverju loftsteinar, hér eru einhverju svona lasergeislar og eitthvað. Ég held að þetta sé bara fullkomið í okkar leik, og þannig ég ætla að ná í þetta hér, hérna niður er svona zip skrá, bara smella á hana, þá er búið að ná í hana, og ef ég fer í hérna download möppuna mína, hér er Space Shooter Redux, ég ætla að taka hana, ég ætla að færa hana bara inn í möppuna okkar, Spacema möppuna, hér er Spacema, set þess að zip skrá þar og hægri smelli og bara extract all, og það þarf ekkert að gera það hér endilega, en og kannski meira segja ekki sniðugt að gera það hér, kannski ættu að geyma það á einhverjum stað, bara einhverju möppu þar sem ég geymið hérna allt svona geymart, allar myndir og allt sem ég ætlaði að eiga, svo það sé ekki á mörgum stöðum. Heyrið, en sjáðu, nú var til mappa hérna sem heitir Space Shooter Redux, inn í henni eru eitthvað sem heitir Sprite Sheet sem við munum nota í næsta leik. Það er svona Sprite Sheet, ekki endilega þessi, en hér undir PNG möppunni sjáu þið þar sjáu þið fullt af hérna gameskipum, við sjá hérna, mér finnst þessi gameskip eiginlega flottari, þannig að ég er að nota eitthvað af þessum, bara ég ætla að nota þetta hérna, enemy green 1.png, ég ætla að taka afrit af þessari mynd og fara aftur í Spacema möppuna mína. Hér gæti ég sett þessa mynd bara í sömu möppu og main settings og sprite skráðnar eru, en við ætlum að vera pínu sniðu, við ætlum að búa til bara nýja möppu, hvað ætlum hana bara EMG eða images eða eitthvað svoleiðis, en í þessari möppu ætla ég að geyma allar myndirnar sem ég ætla að nota í mínum leik. Og við kannski bara strax förum og náum í loftsteinamyndir líka, þannig hérna í PNG, hérna er eitthvað mappa sem heitir Meteors, og ég er að nota bara alla þessa loftsteina í leiknum okkar, þannig að ég ætla annarkvort færa þá eða taka afrit af þeim, þannig að hér ætla ég að setja þessar myndir, sjáðu, þannig að hér er komið eitt gameskip og fullt af loftsteinum í image möppunni, en image mappan er á sama stað og main skráin okkar, setting skráin og sprite skráin. Heyriði, förum svo í þá sprite skrána, og hér ætla ég að bæta við from OS import path. Þetta er hérna forriteining sem við notum ef við viljum vinna með möppur og slóðir í svona í hérna forritunum okkar, þar sem núna er ég að fara að vinna með image möppuna, þannig að ég þarf einhvern veginn slóð eða segja Python og Pygame hvar ég er að geyma myndina mínar, þannig að ég þarf slóðina einhvern veginn, það er þetta path er sem sagt slóð, til að vinna með möppur, fleiri möppur skulum við segja. Ok, hérna er ég að hugsa að strax gera eitthvað á
þessa leið. Main dir aðal hérna mappan okkar path nú man ég ekki skipuna, ég ætla örsnögt að flettinu upp. Path directory held ég að sé path, nei, dir name, svona þetta undirstrykk file undirstrykk. Þannig að þetta hérna, hér ég eiginlega að segja, heyrðu, náðu í slóðina að skránni sem þessi kóði kemur fyrir í. Þannig í rauninni erum við hérna að ná í slóðina að ég var að skrifa þennan kóða í hérna í sprite skránni og hún hérna í þessari möppu undir Ingvar Þór Jónsson eða hérna í OneDrive í vinna forritun 2025-2026 Spacema möppunni. Þannig að öll þessi slóð, þessi hér, þannig að þetta svo slóð. Svo ætlum ég að segja image dir, þetta verður slóðin í myndamöppuna, þannig að slóðin í þessa möppu hér, og við gerum þá svona path.join, skellum saman main dir og strengnum img, svona. Þannig að hér ég að segja, herðu, þessi slóð eins og þessi slóð og svo þessi mappa til viðbótar. Þetta slóðin þar sem sprites.py þetta slóð í img möppu, svona. Fínt. Hvað ætla ég að gera hér, já. Hvað ætla ég að segja, já, heyrðu, núna hérna þar sem við byggum til myndflöt og sögðum að hann ætti að vera svona stór og gegnsær, og hérna lituðu hann hérna bláan með töluvert gegnsæi, burt með þessar tvær línur núna. Þið getið ef þið viljið bara kommenta þær út eða bara hendim, kannski viljið þið hafa þetta svona kommenta svo þið munið eða sjáu hvernig við gerðum bara litaðan flöt. Nú ætlum við að segja self image, myndin sem við ætlum að nota, hún pygame.image.load. Hérna erum við að segja pygame, herðu, þú ætlar að hlaðin skrá, og hér segi ég hvaða skrá ég ætla að hlaðin. Jú, ég ætla að fara í image möppuna, gerum eitt kannski hérna fyrst, gerum bara ship image. Þannig að þetta hérna myndin af gameskipinu mínu. Það path.join imgdir, og hvað hét skráin? Hún hét enemy green 1, ok, með stóru G, þannig að enemy green 1. Þannig að hér ég að skella saman slóðinni í myndamöppuna og alla leið í þessa skrá. Path join býr þá til slóð alveg í skrána, og ég ætti kannski að kalla þetta ship file eða ship image file eða eitthvað svoleiðis. Svona, og hér ég að segja, herðu, myndin sem þessi kviki á að sína, það pygame.image.load ship img file. Þessi að nú ætlar að hlaða inn fyrir mig pygame þessari skrá.
og ég þarf áfram að hafa þetta self-rect. Það býr þá til rétthyrnings eða ramma sem passar utan skrána. Ekki bara prófa að keyra þetta, sjáum hvað gerist. Vonandi hef ég ekki glemt neina þannig. Keyra þetta. Sko, þá fórum við gameskip og það sem meira þið sjáuð að hérna gameskipið á rétthyrning en sumir pixlar rétthyrningsins eru gegnsæir, aðrir ekki. Þannig að myndir eru geymdar í fylgjum. Það má segja myndir geymi hérna litagildi hvers einasta pixels myndarinnar. Sumir pixlar hafa alfagildi sem mjög lágt eða bara hreinlega 0 og þá þeir fullkomlega gegnsæir. Aðrir hafa alfagildi sem alveg 255. Þannig að það ekkert gegnsæi þar eins og hérna vængirnir og búkurinn á gameskipinu og það allt. Þannig að nú komið gameskip, það snýr dálítið leiðilega, það ekki? Það snýr svona niður á við, ég vil að það fljúi hérna til hliðar og við getum gert eitthvað á þennan veg. Við getum nefnilega snúið myndum. Þannig að hér ég búinn að búa myndina til og ég ætla að segja áður en ég bý ramman til þá ætla ég að breyta myndinni. Ég get sagt myndin hún á að verða alveg eins og pygame.transform.rotate. Hér ætla ég að snúa einhverri mynd. Ég ætla að snúa myndinni self image og ég ætla að snúa henni 90 gráður, kannski það mínus 90, að prófa, ég man ekki hvort, í hvor áttina hún snýr. Prófum þetta. Þannig að hér hérna bý ég til mynd. Hér þessi lína snýr þessari mynd, þessari hér og geymir niðurstöðuna hér. Þannig að þetta hér þarf ekkert endilega að vera það sama og þetta hér. Það má, eins og í þessu tilfelli, ég að breyta myndinni, ég að snúinni og breytinni, þá má þetta hafa sama heitið. Snúum myndinni, ok. Síðan býð til ramma. Sjá hvernig þetta kemur út. Ég snér henni öfugt eins og þið sjáið. Þannig að við skulum snúa, þannig að það má eiginlega hugsa þetta bara eins og þá snúning í hérna stærðfræði. Jákvæður snúningur þá rangsælis. Þannig að ég ætla að snúa henni 90 gráður. Þannig að hún snerist á rangsælis. Sem pínu skrítið að því að upsilon ásinn stefnir niður, ekki satt. Ég ætti kannski að slökkva á myndina af sjálfu mér, hún hérna frýs á og til. Ég finn út úr því seinna. Heyrði, en þá erum við komið gameskip sem snýr rétt og það getur skotið. Hvað ætlum við að gera fleira hér? Kannski ekkert í þessu myndbandi. Búin að sýna ykkur hvernig þetta slóð. Já, ég held að þetta sé bara ágætt í þessu myndbandi. Alveg nógu langt. Í næsta myndbandi þá held ég að ég græi loftsteinana. Það aðeins öðruvísi. Takk í bili.